Vilji, það eru 10 mínútur í þetta, hvernig líður þér? Bara ótrúlega vel, ég held að þetta verði bara gaman. Ég er náttúrulega ekki að spila, ég er eiginlega í fríi þó ég sé að kynna. Þá er bara dásamlegt að fá að heyra þessa fallegu músík. Ég er mjög spenntur. Á hverju heldur við von hérna eftir? Ég höfðu örugglega einhverjum svaka blammeringum. Nei, þetta verður óttur að ganga bara rosalega vel. Flinkir listamenn að gera það sem þeir gera best, held ég. Maður hefur heyrt það hérna svona á soundcheckinu í morgun að þetta eru mjög hæfileikaríkir krakkar. Já, þetta er mjög efnilegt fólk. Þetta er alveg heimsklassa listamenn framtíðarinnar. Ég held að það sé engin vafi á því. Það eru frumsami verk, það er sinfóníuhljómsveit, það eru þungarokk, það eru alls konar dúettar og einleikur og píanó og það er bara nefndu það er hér. En nótan, ef þú segir okkur hans frá þessu, hvað er nótan? Þetta er síðasti liðurinn í nótunni. Hérna í dag, þetta er þriðji og síðasti hluti, lokaháttíðin. Hérna koma saman 24 atriði sem hafa verið valin af fernum svæðistónleikum all land. Þannig að þetta er bara svona cream of the crop, best of the best. Það er mjög spennandi. Það er ekki bara einn sigurvegari? Nei, það er alveg 10 sem að fá svona viðurkenningarskjal og svo er reyndar 1 sem að fæ svona aðalvinningin. Og heldur að þetta eigi eftir að vera erfið ákvörðun, heldur að það eigi eftir að vera handalögmál á milli ykkar sem að skera úr hver vinnur? Já, alveg örugglega. Af því þetta er líka alls konar, þetta eru píanó og flautur og söngur og allt. Það er alveg krefjandi að velja á milli svoleiðis. Þetta er í fyrsta skipti á Akureyri? Fyrsta skipti sem við förum út fyrir höfuðborgarsvæðið. Við erum rosalega glöð að hafa fengið þetta hingað til okkar. Það er alltaf skemmtilegt að þetta eru tónlistarskólar út all land af landsbyggðunum og það er svolítið gaman að þetta sé að koma mitt líka til landsbyggðarinnar. Já. Þetta átti að hafa gerst mun fyrr en þetta er í 10. skipti sem að nótan er haldin og það þóttu þá líka bara viðeigandi að breyta aðeins til og það hafa allir, bæði faglega gott af því að fara í nýtt umhverfi þannig að þetta þarf að fara á báða vegu eða allar áttir þannig að þetta er bæði skemmtilegt og ævintýri að fara norður. Ég held að þetta opni svolítið augu kannski þeirra sem eru að koma að fyrir því að við höfum þetta hús og við getum alveg gert þetta. Þetta er mjög passleg stærð fyrir svona viðburð að vera í hofi. 10. skipti er alltaf eitthvað nýtt. Já, það er alltaf eitthvað sem kemur óvart og maður er alltaf stífur í kjálkunum eftir hátíðina af brosi og undrun og bara svona lotningu einhvern veginn, auðmýkt gagnvart sem starfi hjá krökkunum og skólanum. Já, núna ég hugsa að það hefði ekki gerst fyrir 10-20 árum að það hefði verið hérna á dagskrá verk eftir eða lag eftir Metallica hljómsveitina. Sýnir gríðarlega breytt, það er Vivaldi og það er frumsamið og Metallica. Þetta lítur að sýna að það er miklu meiri breytt í tónlistarskólum en kannski margir halda. Já, við höfum haldið því fram að þarna sé falin dýrmæt auðlind fyrir samfélögin og skólakerfið og mannlífið á hverjum stað. Það er alltaf til betra innra mats og ytra matskerfi á starfsemi tónlistarskólana heldur en nótan. Hvernig kynnir maður svona tónleika? Maður reynir bara að brosa og vera skemmtilegur inn á milli og svona koma öllum með helstu upplýsingum að, ég held að það sé nú aðalatriði. Við viljum ekki að tefja þig mikið lengur, farðu að vinna. Takk, gaman að sjá okkur. Góðan og blessaðan daginn, verið velkomin á lokahátíð nótunar. Ég er að fara að syngja lag sem heitir On My Own og taka þátt í nótunni, fara hann upp á sviðinu. Hefur þið takið þátt í svona tónleikum áður? Nei, það voru svona fortónleikar í salnum í Kópavogi fyrir svona 2 vikum eða eitthvað og það var fyrsta skipt sem ég hef verið í eitthvað svona áður. Og það er búin að vera mikill undirbúningur núna dagana á undan? Já, það er búin að vera svolítið mikill undirbúningur. Ég er búin að syngja þetta lag svolítið oft núna yfir, En ég fæ samt ekki liða því, þetta er alltaf skemmtilegt bara. Er það kannski meiri bara eftirvænting heldur en eitthvað stress í þér? Já, eiginlega. Það er bara engin pressa og þetta er bara svona skemmtilegt eiginlega bara. Við erum hljómsveitin No Sleep og við erum svona samspilsgrúpa sem var sett saman í tónlistarskóla Árnesinga. Við erum 4, það er ég og Gylfi og svo 2 aðrir, Jakob á bassa og
og Þröstur á trommur og við erum búin að vera að spila núna síðan 2017 og við erum orðnir alveg mjög þéttir og bara góði vinir. Og hvaða lag ætlið að flytja hérna á nótunni í ár? Það er lagið Something eftir George Harrison ef ég man rétt. Af hverju það lag? Það er bara eitthvað sem við náðum allir að komast í grúf með. Var það eiginlega bara fyrir valinu. Og ég er mjög mikill Beatles-aðdáandi, þetta er svona í uppáhaldi hjá mér sérstaklega sko. Ég er svona hlustur mest af Beatlunum, mest á Beatlana af strákunum. Er það þetta sem gefur tónlistarlífinu lit að fá að koma fram og spila á sviði? Já, ég myndi finna stað sko. Það náttúrulega tekur smá svona, hvað kallast það, hugrekki að koma fram og spila og allt svoleiðis en þetta er bara gaman. Er eitthvað stress í ykkur? Nei, við hefum gert þetta svo oft. Já, við erum búin að spila þetta svo oft áður sko, ég held að við séum eiginlega bara gert þetta í svefni sko. Það er svona, ég vil ekki segja ómikið sko, svo fer ég upp á sviðið og bara kann ekki neitt. Þetta er eitthvað í vöðvaminnunu? Já, algjörlega sko. Og bara, já, ég veit að æfa sig sko, það er mikilvægast af öllu. Maður æfir sig fyrir eitthvað, er gjörsamlega tilbúinn inn og út, þá bara er þetta ekkert mál. Eru þið stressaðar? Já, við erum búin að æfa mjög mikið og þetta er bara mjög stressandi, já. Samt bara skemmtilegt, sko. Og hvað eru þið að fara að spila fyrir okkur? Við erum að fara að spila Litli spörfuglinn. Og þetta er svona lag, svona tengir pínu við París og svona bara París á svona sólríkum degi og eitthvað svoleiðis. Og við erum allar þrjár að spila í einu. Af hverju völduð þið þetta lag hafið þið komið til Parísar? Nei, en þetta er bara skemmtilegt lag. Hvað eru búin að vera undirbúið lengi? bara síðan bara skólaári byrjaði í tónlistarskólanum. Frábært stelpur, gangi ykkur rosa vel. Takk fyrir. Ármann, þið eru með fjölmennasta atriði hérna í ár. Hvað eru þið mörg? 26 nemendur og einn hljómsveitarstjóri sem er ég. Og bara mjög fjölbreyttur hópur, öll hljóðfæri, þetta er bara symfónísk hljómsveit. Symfóníuhljómsveit tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Og það sýnir alltaf mikið fjölbreytileika og svona breidd að vera með symfóníuhljómsveit hér á nótunni. Það sýnir rauninni allt, sko. Það er náttúrulega samvinnan, samspilið, einstakar hljóðfæraleikara og já. Þetta er þessi músík snýst að vera saman og spila saman og taka til annara og þetta er svo frábært samfélag fyrir nemendur að vera í svona hljómsveit. Hvernig hefur gengið að stilla saman strengi? Það hlýtur að þurfa að æfa þetta alveg í þaula. Það þarf að æfa lónótón. Þetta tekur 2,5 mínútu en klukkutímarnir og dagarnir sem fara í þetta það er og mánuðinir. Það er bara endlaust, sko. Og það er bara þannig, sko. Maður þarf að sýna allt á litlum tíma sem tónlistarmaður, það er læra það. Þegar þú farið pröfuspil í hljómsveit þá fáðu kannski 3 mínútur að æfa sig í 4 mánuði. Þetta er harður heimur, sko. Best að læra það strax. Og þið eru að koma hérna 26 norður á Akureyri fyrir 2,5 mínútu. Hvernig, þetta er svolítið batteri? Þetta er svolítið batteri, já. Við hittum reyndar Strengjasveit tónlistarskóla Akureyri í gær og æfðum með þeim og spilum með þeim og drukum kaffi og svona og fengum kökur hjá þeim. Það var frábært að kynnast og við ætlum að hafa samvinnu áfram. Þetta eru vinabæir, Hafnarfjörður og Akureyri. Þannig að það er bara ýmislegt í pípunum að hafa samvinnu og spila áfram hér og við hljómsveit þessa skóla. Það er líka svo miklu meir en bara tónlistina því þetta er félagslegi þáttur líka að ferða saman og gista saman í skóla bara alveg eins og í íþróttum hreinlega. Algjörlega. Þetta þessi krakkan lifa svolítið fyrir. Það er alltaf að vera gulrót, maður sjá til þess og hljómsveitin vex mest á tónleikum og koma fram. Ég bara finn það. Hvernig finnst ykkur að vera komin norður að spila? Bara, já, mjög fint. Bara allt og löng ferð. Eitthvað nýtt.
pínu þreytt samt eftir ferðina smá. Það pínulítið eins og að fara í flugu til útlanda. Þótt við vorum bara bíl, eiginlega. Og hvar gistið þið? Í Brekkuskóla. Og hvaða lag eru þið að fara að spila hérna á eftir? Mambo úr West Side Story. Og hvernig er tilfinningin? Hvernig líður ykkur núna rétt á þennan sviði? Bara chillaður. Ég fattaði ekki alveg hvað þetta svona mikilvægt fyrir en við komum hingað og vorum að sjá salnum eitthvað, þá fattaði ég eiginlega. En annars held ég að þetta væri ekkert mál, svo fattaði ég líka hvað margir voru að keppa. Ég held að það voru kannski 10. En það er eitthvað 25 atriði eða eitthvað. Þannig að þetta er allt miklu stærra og meira en þú helst. Miklu. Og núna eru þið búin að flytja ykkar verk hérna á Nótunni. Hvernig líður þér? Maður hugsar alltaf þetta brot máttu að vera betur þegar maður er svo víraður eftir svona sko. Þetta gekk rosalega vel. Ég er rosalega ánægður. Bara bravo fyrir krökkunum sko. Þetta er glæsilegt, þetta er erfitt verk. Þetta er alveg professional spilamennsku og professional parta, þannig að það stóð þessi frábærlega. Þetta er líka fjölþætt fyrir krakkana. Þetta er líka að koma fram á sviði, fyrir framan áhorfendur. Þetta er rosalega fjölþætt reynsla. Algjörlega, að vera í sviðsljósinu. Þetta er bara þessum skiptir og vera akkurat á þessum tímapunkti bestur sko. Þetta er eins og leikari, hann flytur rulluna 100 sinnum. Þau eru búin að flytja þetta 100 sinnum, svo allt þarf þetta að vera alveg ferskt. Og það er svolítið kunst í tónlistinni. Að grípa þessi móment og þessi mómenti sé alltaf á staðinu sko. Og brosa og hafa gaman að þessu. Hvaða hljómsveit eru þið? Skull Crusher. Skull Crusher, og hvaða lag eru þið að fara að taka nýtt eftir? For Whom the Bell Tolls með Metallica. Já, það er ekkert smá lag sem þið ætlið að taka fyrir okkur. Já, þetta er ekkert brandari sko. Af hverju þetta lag? Þetta er bara gott lag. Völdu þetta sjálfur? Já. Hvað er búin að vara langur tími hjá okkur í að æfa þetta verk? Svona 2 mánuðir, bara svona upp á gaman sko. Bara 4 félagar sko. Hérna erum við að heyra sko, það er Mozart og Vivaldi og Bach og svo mætið þið með Metallica. Þetta sýnir alltaf breytina í þessari keppni. Ja, bara fjölbreytni er skemmtileg sko. Hvaðan eru þið? Frá Akranesi. Tónlistarskólanum þar? Já. Hvernig eru að koma inn á Akureyri og taka þátt í Nótunni? Bara fínt sko. Og eru þið alveg pollslaki fyrir þessu, eða er eitthvað smá stress í ykkur? Ég gert allt oft þegar það er stressaður sko. Er þetta það sem gefur þessu lit og líf? Að spila hljóðfæri, að fá að mæta svið og tróða upp? Bara að sjá hvernig fólk finnst það sko. Það er mjög skemmtilegt sko. Sjá eftir á sko. Og hvað er það flott hjá það með? Bara svona sko. Gefur svona hamingjun í þessu sko. Úlfar, þú ert að fara núna á svið, hvað ert að fara að flytja? Ég er að fara að flytja polka eftir Sjostakovich. Og hvernig líður þér? Maður er alltaf stressaður en þetta er meira svona spenna fyrir bara að vera upp á sviðinu, bara fá heiðurinn að vera að spila þarna. Hefurðu spilað áður hérna í Hofi? Nei, aldrei. Þetta er fyrsta skipti. Úr hvað tónlistarskóla kemur þú? Ég er tónskóla Sigursveins. Og hvernig finnst þér að vera komin hingað á Nótuna í Akureyri? Bara rosalega mikill heiður og bara skemmtilegt. Þetta er bara það besta sem hefur komið fyrir mig. Þú ert búinn að flytja. Hvernig var þetta eiginlega? Þetta var bara æðislegt sko. Fá spila í salnum, þetta var bara rosalegt sko. Og mikið spennufall núna? Já, alveg opaslega mikið. Og hvað gerist núna? Nú þarftu bara að ná þér aftur niður og bíða eftir að dómarinn ákveði sig? Já, bara sund og hátíðismatur. Guess I'm scared that you lied when you called my name. I went along for the ride, now we're both to blame. We're falling down, shut the lights.
Ísaldur, nú ertu búin að spila, hvernig líður þér? Bara vel. Var þetta skemmtilegt? Og hvað varst að spila á sviðinu? Dansrústík. Af hverju varst að spila það? Bara, ég veit það ekki alveg, ég var bara valinn og ég var að æfa þetta. Hvenær byrjaðir að æfa á hljóðfæri? Þegar ég var 3 ára. En svo sko hætti ég að því að það var svona eiginlega dálítið of snemmt og byrja aftur svona þegar ég var 4 ára eða eitthvað. Og hvernig finnst þér að æfa á hljóðfæri? Mjög skemmtilegt. Í hvaða tónlistarskóla ertu? Tónskóla Suðursveins. Hvað ertu gamall, Valdur? 8 að verða 9. Á hvaða hljóðfæri spilarðu? Selló. Af hverju selló? Valdirðu það bara strax eða prófaðu eitthvað annað? Ég veit ekki hvort ég valdi það. Ég man ekkert. Ég held að bara pappa og mamma létu mig spila á selló. En mér finnst það samt mjög gaman. Þið voru að koma að sviðinu, hvernig er tilfinningin núna? Geggjuð, ándjóks, þetta var svo gaman. Man langar bara að fara aftur. Já, að spila meira. Gekk allt svona eins og þið ætluðu ykkur? Já, þetta var örugglega besta sem við höfum gert. Já, þetta bara sýnir bara æfingarnar borga sig. Hvernig leiði ykkur áður fóru á sviði? Var mikið stress í ykkur þá? Já, guð, það er bara... Og það var fullur salur af áhorfendum. Var þetta ekkert mál þegar voru komnar á sviðið? Þetta var alveg svona pínu, en svo þegar maður byrjaði þá bara þá var þetta alveg geggjað, fattarðu. Írún, þú ert nýkomin á sviðinu núna. Hvernig var þetta? Mjög gaman. Fór þetta allt eins og ætlaði þér? Já. Hvað varst að spila? Vívaldi, fyrsti þáttur í Amor. Og af hverju valdirðu það? Af því mér finnst það mjög skemmtilegt lag og já. Varstu ekkert stressuð? Smá, en ekki mikið. En úr hvaða tónlistarskóla kemurðu? Tónlistarskóla Árnesinga. Og hvenær byrjaðir að æfa fiðlu þar? 4 ára. Og hvað ertu búin að vera að æfa þetta lag lengi sem varst að spila hérna á sviðinu? Cirka svona 2 eða 1 ár. Það er aldrei langur tími. Já, ég lærði það fyrir lengu en ég vissi ekkert að ég væri að spila í nótunni. Hvernig var að taka þátt í nótunni upp á sviði í hofi, fullt af áhorfendum, ljósin? Þetta er aldrei magnað. Já, það var mjög, mjög gaman. Er þetta það skemmtilega við það að æfa hljóðfæri, það er að fá að koma fram og spila fyrir fullum sal? Já, mjög finnst það eiginlega skemmtilegast. Það er bara að fá að spila það sem maður er búinn að vera að æfa og koma fram. Og úr hvaða tónlistarskóla ert þú? Tónlistarskóla Garðabæjar. Hvernig finnst þér að vera komin hérna norður á Akureyri í Hof? Þetta er bara mjög flott. Mjög flottur flygill og mjög flottur salur. Góður hljómur hérna? Já, mjög. Hvernig líður þú ert rétt komin af sviðinu? Mér líður eins og ég væri að fara að æla og ég veit ekki. Hvernig fór þetta? Fór þetta eins og þú ætlaði þér? Ég held það. Samt líður mér eins og ég hafi gert eitthvað rangt en ég veit samt ekki. Er það ekki alltaf svolítið svoleiðis að maður horfir í að reyna að ná þessu alveg fullkomlega? Nei, ég hef gert þetta svo oft. Samt ekki fyrir svona mikið af fólki samt. Gyða, hvað ertu gömul? 13. 13 ára en samt hefur gert þetta rosalega oft. Hvenær byrjaðir eiginlega að syngja? Í öðrum bekk þegar ég var 8 ára. Hvaða lag spiluðu þið hér á nótunni í ár? Við spiluðum Vorið eftir Vívaldi
hluti af ástíðanum 4. Það er ástæðan fyrir blómasögunum á. Já, einmitt. Við ákveðum að kaupa blóm og hafa hausnum. Okkur fannst þetta viðeigandi. Og hvernig gekk? Bara drullu vel. Það var sláturinn. Þið eru mjög sátt sem það? Mjög sátt. Það eru pizza í kvöldmatinn. Og hvað eru búin að æfa saman þetta verk lengi? Við byrjuðum í haust, senasta haust. Þetta er mjög klassískt verk, þetta er verk sem allir þekkja. Er þá ekki aukin pressa að skila því vel frá sér? Nei, ekkert endilega. Við vorum bara eitthvað að leika okkur að vera með okkar útgáfu á þessu. Hvaðan komið þið? Komum frá Egilsstöðum. Og hvernig finnst ykkur að koma hingað norður og að spila á nótunni? Bara mjög, mjög skemmtilegt. Náttúrulega Hof, það er svo flottur hljómburður í húsinu, þannig að það er mjög mikil ánægja að fá að spila hér. Hafið þið spilað áður í álíka húsi? Já, við hefum spilað nokkra sinnum á Strengjamáti hér og á nótunni líka. Hafið þið spilað áður á nótunni? Já. Þannig þið hafið ákveðið forskot á hérna keppendurnar? Já. Kannski, maður veit ekki. Og er það tónlistarskólinn sem sameinaði ykkur eða þekktust þið eitthvað áður? Það er tónlistarskólinn sem sameinaði ykkur. Við erum systur, við þekkjumst. Eitthvað aðeins? Aðeins. En svo tónlistarskólinn líka þetta. Lilja, þú ert eina atriði frá tónlistarskólanum á Akureyri, ekki satt? Jú. Og þú ert búin að spila núna, hvernig líður þér eftir flutningin? Mér líður bara eins og að sé þungu fargi að mér létt, ég var svo stressuð. Hvernig er það að takast á við þetta stress? Verður þú svona æfðari í því eftir því sem gerir þetta oftar? Já, mér finnst ég að vera miklu æfðari í því núna eftir því sem ég gerir þetta oftar. Og bara þegar ég kemur på svið, bara núllstilla og bara einu í mínum heimi, þá gengur það best. Verkið sem þú varst að spila, hvað verk var það? Þetta er Sónandi eftir Bach í E-stúr. En hljóðfæri sem þú spilar á, var þetta hljóðfæri sem þú byrjaðir strax að æfa þegar þú varst að byrja að æfa hljóðfæri? Ég byrjaði 1 ár á blokkflautu af því að ég var með svo litlar hendur, ég náði ekki í flautuna en svo fór ég bara yfir strax á þerflutuna. Og hvað er við þerflutuna sem er skemmtilegast? Mér finnst það bara ótrúlega fallegu tónn og skemmtilegt að spila á hana. Hvernig leið mömmu þín á meðan þú varst að spila? Var hún eitthvað stressuð? Ég held hún að vera stressað en ég. Þau spila kannski 2 mínútur, á baki eru nokkur 100, stundum yfir 1000 klukkustundir af vinnu. Og þetta segir svolítið þetta unga fólk, þessa æsku okkar, að ægin er hérna til staðar og áhuginn og metnaðurinn og einbeitingin og þannig að sko mér finnst framtíðin alltaf verið svo björt á þessum degi þegar uppskeruhátíð tónlistarskóla stendur yfir. Og þetta er með tilfinningaþrungin stunda því að þú ert svo dæmdur af þessum 23 mínútum sem þú ert búin að leggja svo á baki mörg 100 klukkustundir. Já, þetta er stórt moment fyrir krakkana og alla, en það vil nú þannig til að að valnefndir sem eru starfandi, að þetta er skipað miklu fagfólki og það má gera mistök í þessu eins og öðru. Það er eiginlega bara undravert að maður heyri varla mistök. Það er eiginlega bara það dularfulla. Philip, Nótan 2019, quite a show. Definitely, and quite a range of performances as well. It's an impossible job to judge. We have everything from Mozart to Metallica. I mean, when you're doing something like this, you always have to take into account, the level or the years of performance or how much time has gone into actually just developing as a musician. So it's not too terribly difficult to sort of subcategorize that and then trying to judge from there. But I think it's been actually quite an interesting showing. I mean, we've had everything from Vivaldi and the Metallica show was very cool. So, and there's a lot of things that we take into account, like performance aspect, but sometimes that has to be slightly adjusted as well, because obviously rock is a show, and then chamber music is a very different kind of performance. So we moderate those things. Was this something you expected when you sat down in the judge seat this morning? No, frankly, I didn't know what to expect. But what I've come to discover is a really incredible range of talent across the entire country, and that's
been the most exciting part for me about today. Mikilvægi þess að vera með svona uppskeruhátíð, það ekki bara það að sýna fjölbreytnina, heldur þetta líka svo mikið lærdómsstökk fyrir þá sem að taka þátt í þessu að koma fram og performera. Já, þetta ferðalag að ákveða að fara í nótuna, þetta rosalega dýrmætt lærdómsferli. Þú þarft að skipuleggja þig, þú þarft að vinna og svo þarft að skila þér afurðinni. Og þetta eitt að svona dýrmætasta sem að svona menntafröðnir tala í dag, sem að hægt að ná fram í skólakerfinu, að þú takir verkið frá A til Ö, skipuleggir það frá ákvörðun og skilar því svo að þér. What's exciting, I think, is that that the scope of it is national, and it's not just a regional competition. It's something that's encompasses the entire country here in Akureyri, which I think is amazing. Svo það sem gerist bak við tjöldin líka, þar eru tónlistarkennararnir að tala saman og keppendurnir líka. Þetta rosalega góð innspýting fyrir kennarana og stjórnendur tónlistarskólana, sjá hvað aðrir að gera og þetta kveikir í krökkunum að heyra og sjá aðra og þeir vilja allt í einu spila þetta verk eða fara út í einhverja allt aðra sálma jafnvel. Þannig þetta fyrir okkur kennarana að bera saman bækur og sjá aðra. Þetta bara, það ekki til betri starfsþróun en þetta. When you consider the kind of talent that's coming from here, I wouldn't even call it a small nation at all. I mean, it's very impressive. It's really been a fantastic day. It's been a pleasure to be a part of it as well. Þessi stund runnin upp. Við búin að mikið að diskutera og tala okkar á milli að velja að okkur mati framúrskarandi flutningu og sá Baldur Þórarinsson. Baldur, til hamingju, þú varst að vinna að nótuna. Hvernig finnst þið það? Það æðislegast í heimi. Áttirðu von á þessu? Nei, alls ekki. Fannst þér pínu skrítið þegar að þitt nafn var kallað? En þú veist að spila líka aftur. Hvernig fannst þér það? Það líka mjög gaman. Ertu búin að ákveða hvar ætlar að geyma verðlaunagripinn? Ég búin að geyma fyrsta sem ég fékk fyrir að komast í þessa keppni. Ég geymdi hann á kommóðunni en ég samt veit ekki alveg að því að þessi alveg risastór, veit ekki alveg hvort hann dettur í gegnum kommóðuna sem samt mjög ólíklegt. Þannig að kannski einhver hilla eitthvað sem ég get geymt hann í. Og ætlar ekki að brosa allan daginn fyrst þú varst að vinna svona flottan bikar? Ég veit það ekki alveg. Kannski bara alla vikuna? Nei, ekki alla vikuna. En heldur þú aftur eftir að taka þátt? Því nú ertu svo ungur, þú getur vel tekið aftur þátt í nótunni. Kannski. Ætlar að vinna aftur? Já. Já, ef að ég tek aftur þátt. Til hamingju, Baldur, og ógeðslega góðan dag. Takk.